Góðan daginn og velkomin á 263. fund sveitarstjórnar Dalabyggðar sem haldinn hér í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal að venju. En áður við förum í auglýsta dagskrá þá vil ég leggja til að mál númer 25.11.003F fundargerð fræðslunefndar Dalabyggðar frá fundi númer 146 verði dagskrárliður númer 15. Sem mótfallnir þeirri tillögu. Það skoðast þá samþykkt. Þá göngum við í dagskrá. Dagskrárliður 1 gjaldskrár uppfærsla fyrir 2026. En til afgreiðslu koma eftirfarandi gjaldskrár. Útsvar og fasteignagjald, gjaldskrá fyrir geymslu á fjósum, gjaldskrá félagsheimila, gjaldskrá Auðarskóla, gjaldskrá leigu, beitar og ræktunarlands, gjaldskrá hafna, gjaldskrá gæludýrahalds, gjaldskrá fráveitu, gjaldskrá vegna sorphirðu, gjaldskrá fyrir hitaveitu á Laugum, gjaldskrá héraðsbókasafns Dalabyggðar, gjaldskrá vatnsveitu Dalabyggðar, gjaldskrá fyrir söfnun og eyðingu dýraleyfa, gjaldskrá fyrir litla matvælavinnslu í Tjarnalundi, gjaldskrá vegna þjónustu skrifstofu Dalabyggðar og gjaldskrá nýsköpunarseturs Dalabyggðar. Gjaldskrá fyrir byggingaleyfis, framkvæmda, skipulags og þjónustugjöld og gjaldskrá slökkviliðs Dalabyggðar verða uppfærðar þegar tengd vísitala liggur fyrir. Áður við ber upp til samþykktar á fundinum þessar gjaldskrár þá langar mig að leggja fyrir fundin að við tökum til samþykktar allar gjaldskránar í einu. Það samþykkt á fundinum? Það samþykkt. Þannig að ég legg þær gjaldskrár sem ég las hér upp áðan til samþykktar fyrir fundin. Þeir sem eru samþykkir gjaldskránum gefið merki. Þær eru samþykktar samhljóða. Dagskrárliður númer 2 fjárhagsáætlun 2026 til 2029. Hér tekin til annarra umræðu tillaga fjárhagsáætlun Dalabyggðar fyrir árin 2026 til 2029. Sveitarstjórn ræddi tillöguna við fyrri umræðu á fundi sínum þann 13. nóvember síðastliðinn og byggðarráð afgreiddi tillögu að áætlun til seinni eða annarar umræðu á fundi sínum þann 4. desember síðastliðinn. Sem vil ræða fjárhagsáætlun? Bjarki, gjör svo vel. Oddviti, ágæta sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Það alltaf ákveðin tímamót og ákveðin varða sem þegar að fjárhagsáætlun komandi árs og komandi ára tekin til seinni umræðu og við eins og oddviti rakti áttum hér fundi í nóvember þar sem við fórum yfir fyrri umræðu og héldum síðan íbúafundi hér þriðjudaginn 2. desember síðastliðinn þar sem boðið upp á kaffispjall og þáðu nokkrir íbúar að koma hér til samtals við okkur og kann ég þeim bestu þakkir sem á þeim kjörnum fulltrúi sem höfðu tök á að taka þátt í því samtali. Einnig vil ég við þessi tímamót þakka öllum starfsmönnum, nefndarmönnum og öðrum sem komið að vinnunni fyrir þeirra innlegg í þessa vinnu og hér sem fyrr hefur verið velt við hverjum steini í þessari vinnu. En svo ég fari nú aðeins yfir hér greinagerð sem fylgir síðan fundargögnum og hefur verið unnin varðandi fjárhagsáætlun og framkvæmdaáætlun og eins og ég segi birtist með fundargerðinni hér á eftir þá kom áætlunum til fyrri umræðu í sveitarstjórn þann 13. nóvember síðastliðinn og byggðarráð hófu undirbúning að áætluninni engu að síður síðastliðinn sumar og samþykkti verkáætlun fjárhagsáætlunarferli þann 5. júní síðastliðinn. Alls fjallaði byggðarráð áætlunin á 4 fundum, þar á einum fundi á milli fyrri og seinni umræðu. Einnig var fjárhagsáætlun rædd í nefndum sem á vinnufundi sveitarstjórnar. Samkvæmt sveitarstjórnarlögum númer 138/2011 á sveitarstjórn að fjalla fjárhagsáætlun í 2 umræðum og skal sú fyrri fara fram eigi síðar en 1. nóvember og hinn síðari ekki síðar en 15. desember. Haldnir voru kynningafundir fyrir íbúa eins og fyrr sagði þann 2. desember síðastliðinn. Fjárhagsáætlun fyrir árið 2026 innifelur bindandi fjárheimildir fyrir rekstur sveitarfélagsins það ár en tölur sem snerta árin 2027 til 2029 áætlun fyrir þau ár. Fyrsta útgáfa áætlunarinnar var unnin af deildarstjórum hinna ýmsu eininga og starfsmanna á skrifstofu Dalabyggðar.
Launakostnaður er áætlaður út frá fjölda stöðugilda, launasetningu og á spám þarum, meðal annars samkvæmt minnisblað frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Áætlanir tekjur byggja á upplýsingum frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, áætlunum og viðmiðum Sambands íslenskra sveitarfélaga og upplýsingum frá stofnunum fasteignamat og þjóðhagsspá. Áætlunum rekstur Dalabyggðar er í jafnvægi öll árin sem ræða. Það er þó þannig að nú sem oft áður er ákveðin óvissa í lofti hvað varðar þróun verðlags, vextir og verðbólga eru há en stefna þó nú í rétta átt og kjarasamningar eru ekki lausir að minnsta sinni en hið gagnstæða hefur verið raun oft sem skapað hefur mikla óvissu. Samkvæmt sveitarstjórnarlögum skulu fjármál sveitarfélaga vera í samræmi við annars vegar svonefnda jafnvægisreglu sem er heildarútgjöld á 3 ára tímabili með ekki vera hærri en reglulegar tekjur á sama tímabili og hins vegar skuldareglu. Það er að segja skuldaviðmið má ekki vera hærra en 150%. Fjárhagsáætlun Dalabyggðar fyrir tímabil sem ræðir stenst þessar reglur að fullu. Á fundi sínum 23. október síðastliðinn bókaði byggðarráð álagningarhlutfall útsvars verði 14,97 sem sveitarstjórn staðfesti hér áðan, sem er jafnt lögbundnu hámarki samanber lögum tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995. Álagningarhlutfall fasteignaskatts og lóðagjalda verður einnig óbreytt milli ára. Álagningarhlutfall vegna holræs og vatnsgjalds er óbreytt milli ára og gjaldskrá Dalabyggðar hækkaði öllu jafnu 3,8% og er sú hækkun ofan á gjaldskrá sem tóku gildi þann 1. janúar 2025. Fjárhagsáætlun er lögð fram með þessari greinargerð og skjali sem í fundargögnum heitir Fjárhagsáætlun 2026 seinni umræða. Komi það í ljós að mismunur sé milli talna í því skjali og þessari greinargerð, þá er það tölurnar í fyrrgreindu skjali sem gilda en ekki greinargerðin sjálf. Helstu niðurstöður í þessari tillögu að fjárhagsáætlun 2026 eru eftirfarandi. Rekstrarniðurstaða A og B hluta er jákvæð 7,6 milljónir króna og rekstrarniðurstaða A hluta jákvæð 3,5 milljónir króna. Heildaregn í samstæðu eru áætlaðar 2,5 milljarðar króna í árslok 2026, skuldur og skuldbindingar eru áætlaðar 1,8 milljarðar og eigið fé er áætlaðar 250 milljónir króna í árslok 2026. Áætlað veltufé frá rekstri A hluta er 162,9 milljónir og samantekið fyrir A og B hluta 144,1 milljón. Áætlaðar fjárfestingar á árinu 2026 eru samtals áætlaðar 229 milljónir. Þær breytingar sem urðu á milli umræðna eru helst þær að það var samþykktur stuðningur við framkvæmdir við girðingu umhverfis Dagverðarneskirkju upp á sitt hvora 1,5 milljón á árunum 2027 til 2028. Samþykkt var að hækka framlag í menningarmálaverkefnasjóð Dalabyggðar úr 1 milljón í 1,5 milljónir króna og eru þetta helstu breytingarnar á milli umræðna, auk þess sem að gerð var breyting varðandi framkvæmdaáætlun á árinu 2026. Þar helst inn í sama upphæð 1,5 milljón en henni verður varið til óbeinar en ekki til að setja upp hundagerð eins og stóð í fyrri umræðu. Þetta eru helstu breytingar á milli umræðna en sem fyrr leggjum við af stað og við þurfum að vanda okkur við allan rekstur á komandi ári, velta við hverri krónu áfram eins og hefur verið gert hér í fjárhagsáætlanagerðinni. Þannig og ég er viss það að okkur auðnast það í góðu samstarfi bæði starfsmanna og kjörinna fulltrúa. Læt hér staðan numið en svara sjálfsögðu spurningum ef einhverjir eru. Takk. Takk fyrir þetta, Bjarki. Einhver sem vil ræða fjárhagsáætlun? Svo virðist ekki vera. Þá ber ég undir fundin í annarri umræðu fjárhagsáætlun 2026 til 2029. Þeir sem eru samþykkir gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá förum við í dagskrárlið númer 3 sem er fjárhagsáætlun 2025 viðauki 6. En byggðarráð samþykkti á 340. og öðrum fundi sínum sem haldinn var þann 4. desember síðastinn tillögur að viðauka 6 við fjárhagsáætlun 2025. Sjá fylgiskjöl með fundagerð. Í tillögunni felast breytingar á rekstrarliðum til kostnaðarlækkunar í A-sjóði 8 milljónir króna. Einnig eru lagðar til breytingar varðandi eignfærslur sem nema til hækkunar á þeim lið 636.000 krónur. Einnig er lagt til að veitt verði heimild til tilfærslu á milli bókhaldslykla samanber yfirferð á fundinum. Ekki fylgja breytingar til hækkunar að lækkunar útgjalda vegna þeirra aðgerða.
Til viðbótar að höfðu samráði við endurskoðanda lagt til að sá fjármagnskostnaður sem tilkomin í tengslu við nýframkvæmd íþróttamannvirkja upphæð 34 milljónir króna verði færður sem þáttur í framkvæmdakostnaði verksins. Áætluð afkoma A og B hluta á árinu 2025 með tilliti til ofangreins 173,8 milljónir króna í rekstrarafgang. Hér til að viðauka 6 lögð fram til staðfestingar sveitarstjórn. Einhver sem vil ræða viðauka 6? Þá legg ég hann fram til staðfestingar þeir sem eru samþykkir gefið merki og hann samþykktur samhljóða. Dagskrárlið númer 4 til þingsályktunar samgönguáætlun fyrir árin 2026 til 2040 ásamt 5 ára aðgerðaáætlun fyrir árin 2026 til 2030. Fram komin tillaga þingsályktun samgönguáætlun fyrir árin 2026 til 2040 ásamt 5 ára, já, ég er bara búin að segja þetta allt í titlinum. Allavega, eitthvað sem vil ræða samgönguáætlun. Bjarki, gjörðu svo vel. Oddviti, ágæta sveitarstjórn, væri tilrændur. Það var langþráð að tillaga að nýrri samgönguáætlun var kynnt hér fyrir rúmri viku síðan og ljóst að það plagg sem hér ræðir sem á að gilda fyrir árin 2026 til 2040 ásamt 5 ára aðgerðaáætlun sem var lögð fram á eftir að hljóta mikla umræðu og hefur rauninni nú þegar hlotið mikla umræðu í samfélaginu, fjölmiðlum og annar staðar og eins og jafnan þá sýnist sitt hverjum framkomið skjal. Það ljóst að það á eftir að fara fram öll þingleg meðferð þessa skjals og þessara vinnu inn á hinu háa Alþingi og í nefndum sem að verkefninu koma og það ljóst að við í Dölum nú sem fyrr þurfum að láta til okkar taka í því samtali öllu og svona í ljósi framkomins skjals og þó að mikið sé eftir að þá þykir mér rétt að við í rauninni setjum okkar fingraför á umræðuna strax og vil því kynna tillögu að eftirfarandi bókun sem að ég óska eftir að sveitarstjórn ræði svo hér í kjölfarið ef þurfa þykir. En tillagan er svohljóðandi. Eyjólfur Ármannsson, innviðaráðherra, hefur kynnt tillögu til þingsályktunar samgönguáætlun fyrir árin 2026 til 2040 ásamt 5 ára aðgerðaáætluninni. Í ályktuninni segir að lykilviðfangsefni í samgöngumálum á Íslandi næstu árin verði 17 talsins. Meginmarkmið verður þau að innviðir eigi að mæta þörfum samfélagsins og sjálfbærar byggðir og sveitarfélög verði land allt. Í ályktuninni kemur meðal annars fram að fækka í einbreiðum brúm. Þó tekið fram að það eigi við brýr á hringvegi og öðrum umferðarmiklum vegum, þar vegum með yfir 100 bíla meðalumferð á dag allt árið. Þetta þýðir að einblínt verður á þær 29 einbreiðu brýr sem á hringveginum en í tengslu við nýframkvæmdir utan hans geti enn verið gert ráð fyrir að einbreiðar brýr haldi sér eins og raunin hefur meðal annars verið hér í Dalabyggð. Má þar nefna framkvæmdir Laxárdalsheiði og í Hvammsveit á síðastliðnum 2 árum. Þetta þýðir að stóra planið fækkun einbreiðra brúa í þjóðvegakerfinu eru að þær fari úr 632 í 625 árið 2030 eða fækki heila 7 brýr á næstu 5 árum en verði með öllu horfnar í lok þess 15 ára tímabils sem samgönguáætlun nær yfir. Þetta þýðir að taka þurfi yfir 22 brýr á ári á árunum 2030 til 2040. Á sama tíma eru aðeins lagðar til 500 milljónir króna í breikkun brúa á 2 ára fresti, það er að segja árin 2026, 2028 og 2030. Það er að sameiginlegu fjárveitingu sem ætluð til að breikka eða skipta út einbreiðum brúm. Eins eru 50 milljónir settar árlega út tímabil áætlunarinnar vegna smábrúa. Nú hefur Dalabyggð fengið þau svör ítrekað að kostnaður sé ástæða þess að einbreiðum brúm hafi verið haldið eftir nýframkvæmdum á svæðinu síðastliðin ár. Má því velta fyrir sér þessari sameiginlegu fjárveitingu til breikkunar brúa og smábrúa og hvað það sé ætlað að verja í margar brýr.
Af sameiginlegri fjárveitingu ætlunin að verja 100 milljónum króna til héraðsvega á ári, út tímabil áætlunarinnar, þar sé til 2040. Í Dalabyggð eru tæplega 90 km héraðsvegum, þar er rúmlega 70 km af þeim malarvegir, sem búa flesti við þá sérstöðu að hafa ekki fengið fjárveitingu frá árinu 2007. Ekki kemur fram hvort þessar 100 milljónir séu stofnframlög til nýrra héraðsvega og þeirra héraðsvega sem hafa verið aflagðir en eru að koma inn að nýju eða ætlaðir til viðhalds og framkvæmda á þeim sem eru á skrá. Þeirri spurningu verður að fá svör við. Í styrkvegi á sameiginlegri fjárveitingu er ætlunin að verja 100 milljónum á ári út tímabil áætlunarinnar. Vegagerðin hefur bent á, meðal annars síðast núna í sumar, að umsóknum styrkvegi hafa verið fleiri og hærri en hægt hefur verða við. Fjárveitingar misháar eftir árum, samanber 100 milljónir króna árið 2025, 115 milljónir króna 2024, 124 milljónir króna árið 2023 og töluvert meira árin 2 þar á undan. Núna síðast var til dæmis 30% lækkun á framlagi til stofnbúða í Dalabyggð miðað við árið á undan, meðal annars vegna þess að umsóknum fjölgaði og niðurstaðan var aðeins 3,5 milljón fyrir Dalabyggð í styrkvegi sem þó var það hæsta á Vesturlandi. Í þingsályktunartillögunni segir: þessu til viðbótar verður vetrarþjónusta á vegum fjármögnuð til að geta veitt nauðsynlega þjónustu hverju sinni. Fjárveiting til vetrarþjónustu á fyrsta tímabili áætlunarinnar verður aukin tæpa 14 milljarða króna frá tillögu að samgönguáætlun haustið 2023. Dalabyggð hefur tekið þátt í samráði við Vegagerðina um endurskoðun og vinnureglum vetrarþjónustu. Síðasta hreyfing á þeim málum var fundur í Stykkishólmi í október 2023 fyrir rúmum 2 árum, gott fólk, af frumkvæði Vegagerðarinnar eða fyrir nærri 2 árum. Ekkert hefur heyrst af viðbrögðum ráðuneytisins vegna þessara tillagna og því þarf að vera skýrt hvort þessi aukning til vetrarþjónustu taki tillit til þeirra ágalla sem sveitarfélögin og Vegagerðin hafa bent á síðastliðin ár eða hvort ætlunin sé að setja þá í vetrarþjónustu sem fer eftir reglum sem hægt er að þjónusta íbúa að fullu. Í ályktuninni er einnig fjallað stofnun svokallaðs innviðafélags með eftirfarandi hætti. Ríkisstjórnin hefur samþykkt að stofna innviðafélag til að flýta stærri samgönguframkvæmdum og tryggja fyrirsjáanleika í fjármögnun þeirra til lengri tíma. Gæsaloppir lokast. Fram kemur að leggja í frumvarp þessa efnis fram á vorþingi. Dalabyggð fagnar því að feta í þessa leið varðandi jarðgangagerð en vill jafnframt árétta að einnig ætti að horfa til fyrirkomulags við samskonar fyrirkomulags varðandi samvinnuvegi og eins fleiri vegflokka varðandi nýframkvæmdir heldur en nú er gert. Hvoru tveggja geti hraða framkvæmdum enn frekar og dregið úr kostnaði fyrir ríkið. Þá fagnar Dalabyggð því að sjá framkvæmdir á Snæfellsnesvegi á áætlun og í samfellu, ólíkt því sem verið hefur í fyrri samgönguáætlunum. Búið er að skipta upp framkvæmdum á Snæfellsnesi og Skógarsandavegi tvennt frá fyrri áætlun. Fyrri hluti verður þannig tekinn Stykkishólmsmegin á fyrsta tímabili en Dalabyggð kom inn á öðru og þriðja tímabili áætlunarinnar. Sveitarfélagið saknar þess þó að engin umfjöllun þverun Álftafjarðar í framkominni áætlun. Góðir fundarmenn, það má ljóst vera að það á eftir að fara fram töluverð umræða framkominna samgönguáætlun fyrir árin 2026 til 2040 og mun Dalabyggð ekki láta sitt eftir liggja í þeirri umræðu. Margoft hefur komið fram að vegir í Dalabyggð eru mun lakari en víða annars staðar og hefur svæðið í heild orðið út undan hvað varðar vegabætur svo áratugum skiptir og því þarf að vinda ofan af með öllum tiltækum ráðum og aðgerðum. Svo hljóðar þessi tillaga að bókun. Takk. Takk fyrir þetta, Bjarki. Við vil ræða samgönguáætlun og bókun sem Bjarki las hérna upp. Einar, gjörðu svo vel. Ágætu fundarmenn, nú kannski bara byrjaði að taka undir með sveitarstjórunum okkar. Það er líka fáránlegt þó ég hef nú ekki farið í allar fundagerðirnar að þar sem af þessu kjörtímabili þá hefur nú örugglega rætt samgöngur og vegamál nánast örugglega á hverjum einasta fundi. Og þó þessi ýmislegt á dagskrá núna þá finnst mann þetta bara gerast ofboðslega hægt. Og það er bara flott það sem hefur verið að gerast á Vestfjörðum og þangað hafa farið jafnvel 10 milljarðar
Og kannski það næsta sem við þurfum að fara að gera. Við þurfum kannski bara að fara að leggjast á þessa nágranna okkar á Vestfjörðum að fá þá meira í lið með okkur út af því að þeir vill nota allar þessar vegabætur til þess að fara til og frá sinna heimkynna og þá keyra þeir allir hér í gegn. Það bráð liggur á að laga stofnveginn hér í gegnum dalina og yfir Bröttubrekku, sem sagt veg 60, allarleið hérna í gegn. Og þetta gerist bara, og flott þetta sé á áætlun, en að þetta verði ekki komið fyrir eftir 5 til 15 ár. Það bara ofboðslega langt. En á sama tíma veit maður alveg að það eru margir kílómetrar undir í kerfin okkar. En það rétt sem Bjarki talar við þurfum kannski bara, þetta bara orðin eins og fastur liður, eins og samþykkja fundagerðir að tala samgöngumál á fundi sveitarstjórnar og verður það örugglega áfram. Takk. Takk fyrir þetta, Einar. Fleiri sem vilja taka til máls? Eyjólfur, gjörðu svo vel. Oddviti og aðrir góðir sveitarstjórnarmenn, ég tek heils hugar undir þessa bókun og væntanlega þetta er ekki síðasta skipti sem sveitarstjórn Dalabyggðar mun álykta eitthvað samgöngumál á svæðinu. Það eins og vakti athygli mína í þeim gögnum sem ég hef skoðað í samgönguáætlun að það talað að nýframkvæmdir við Skógarstrandarveg þó ekki sé getið þverun Álftafjarðar að arðsemi þeirra framkvæmdar metin 1%. Nú veit ég ekkert hvernig þessi arðsemisútreikningur fundin út en ef virkilega er ráðist í þessa framkvæmd og full fjármagnana á sem skemmstum tíma þá held ég að ruðningsáhrifin verði miklu meiri en 1% fyrir samfélagið hér í Dölum til lengri tíma litið. Og maður hefur það oft kannski á tilfinningunni að þeir sem að semja samgönguáætlun og eru sennilega flest allir búsettir á því svæði sem landsbyggðarfólk fari kannski að skilgreina oftast sem Hvítársvæðið að fólk gerir sér kannski bara ekki alveg grein fyrir því hvað góðar samgöngur skipta miklu máli fyrir lífvænleg búsetuskilyrði á svæðinu. Svo ég tala aftur Skógarströnd. Þetta er sveit sem fór nánast bara í eyði og einu bretti fyrir 30 árum síðan. Og allir grunnurinn af því hafi ekki bara verið samgöngurnar á svæðinu. Og engin von það að það yrði breyting þar á næstu árum. Og við finnum þetta alveg hérna á stofnveginum hérna í gegnum Dalabyggð að vegakerfið, bara vegurinn er lélegur og það fer gott og vel, það fer mikið fjármagn vestur á firði, þar eru veginni líka slæmir en til þess að komast þangað þá þarf náttúrulega væntanlega að keyra einhverja vegi og það þarf líka að huga viðhaldi þeirra og uppbyggingu þeirra. Og það má gera miklu betur í þessu og mér það til efs þó að pólitíkin á Austurvelli staðhæfi núna að sé verið að leggja fram full fjármagnaða samgönguáætlun í fyrsta skipti í mörg ár en ekki einhvern loforðalista. Þegar á reynir þá held ég að þessi samgönguáætlun sé ekki full fjármagnað. Takk fyrir þetta, Eyjólfur. Fleiri sem taka, já, Bjarki, gjörðu svo vel. Oddviti sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur fá að taka undir með Eyjólfi hér varðandi arðsemis útreikningin varðandi Skógarströndina. Ég held að 1% sé verði mjög fjarri lagi þegar vegurinn ef hann kemst einhvern veginn í lag en við skulum svo sannlega láta ekki okkar eftir liggja að koma umræðinu hann af stað því þetta er gríðarlega nauðsynleg samgönguleið hér fyrir okkur í Dölum. Bæði fyrir íbúa og eins ferðamenn. Fólk að sækja vinnu og skóla og þarf að aka þennan veg alla daga. Þetta er einn af þessum slæmu vegum okkar hér í Dölum. Okkur er tíðrætt Skógarströndina og það af illri nauðsyn. Ég vil ekki athygli á forsíðumyndinni hér á greinargerðinni minni. Þetta er þetta er vegurinn hérna út á Skarðströnd. Að þó að sé fallegt landslag eins og á Skógarströndinni að þá er vegurinn eins og hann sést hér tekið á fallegum vordegi hér
fyrr á þessu ári og grjót sem hefur runnið úr hlíðinni hérna fyrir neðan, þannig að það er verk að vinna hér í Dölum svo sannarlega. Þannig ég vildi bara vekja athygli á bæði þessari mynd sem ég notaði hér, svona sem táknrænt stöðu vega í Dölum og jafnframt að taka undir með þeim Eyjólfi og Einari varðandi það. Við þurfum að taka til hendinni. Það væri svo sem áhugavert að telja til allar þær bókanir, ályktanir og hvatningu sem við höfum sendt frá okkur á undanförnum árum, þá símtöl og tölvuposta sem hafa verið tekin og það hefur svo sannarlega komið sér vel fyrir okkur sú vinna sem atvinnumálanefndin okkar hefur unnið varðandi skýrsluna og greinargerð varðandi áherslur í vegamálum. Það skiptir máli að hafa slíkt vopn. Takk. Takk Bjarki. Fleiri sem vilja taka til máls? Mér langar bara sjálfur að taka undir öllum ræðumönnum sem hafa talað hér. Við náttúrulega sláum ekki slöku við og höldum áfram að berjast fyrir vegunum okkur í Dalabyggð. Það er nóg að taka á. Og þó að ég myndi vilja segja að mikill árangur náðst á undanförum kannski bara 2 árum, en það þarf meira til ef duga skal og að horfa jákvæða punktana með að skógarstundin sé orðin samfell að minnsta þó maður hefði vilja fá hana framar, en eins með þjóðveg 60 hér í gegn, það er ákaflega ánægjulegt að sjá kaflann frá Bröttubrekku að Haukadalsá á dagskrá, en maður sér restin af þeim vegi hér í gegn bara brotna niður dag frá degi. Þannig að bara áfram gakk, áfram veginn. Þá ætla ég að leggja fyrir fundinn bókunina sem Bjarki las upp. Þeir sem eru samþykki bókuninni gefið merki. Og hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í dagskrárlið númer 5 sem er samstarfssamningur við leikklúbb Laxdæla 2026 til 2028. En hér er lagt fram samstarfssamningur við leikklúbb Laxdæla til staðfestingar. Lagt til að hann gildi frá staðfestingu sveitarstjórnar til 31. desember 2028. Einhver sem vil ræða þennan samning? Þeir sem eru samþykki samningnum gefið merki og hann er samþykktur samhljóða. Dagskrárliður númer 6 er samstarfssamningur við UTN, uppfærsla, en lagður er hér fram samstarfssamningur við Ungmennasamband Dalamanna og Norðurbyggðfinninga til staðfestingar. Lagt til að samningurinn taki gildi 1. janúar 2026 og gildi til ársloka 2028. Einhver sem vil ræða þennan samning? Þeir sem eru samþykki samningnum gefið merki. Hann er samþykktur samhljóða. Dagskrárliður númer 7 er uppbygging atvinnuhúsnæðis í Búðardal. En hér er framlagður viðauki við viljayfirlýsingu á milli Dalabyggðar og Byggðastofnunar uppbyggingu atvinnuhúsnæðis í Búðardal. Einhver sem vil ræða þennan viðauka? Þeir sem eru samþykki viðaukanum gefið merki og hann er samþykktur samhljóða. Dagskrárliður númer 8 er farsældaráð Vesturlands. Fyrir liggur að Dalabyggð ber að skipa 1 aðalmann og 1 til vara í farsældaráð Vesturlands. Félagsmálanefnd fjallaði málið á síðasta fundi sínum og leggur til við sveitarstjórn að aðalmaður Dalabyggðar í farsældaráði Vesturlands verði formaður félagsmálanefndar og varamaður hans verði formaður fræðslunefndar. Er hér tillagan lögð fram til staðfestingar í sveitarstjórn. Einhvern sem ræða þessa tillögu? Þeir sem eru samþykki tillöginni gefið merki og hún er samþykkt samhljóða. Næsti dagskrárliður númer 9, deiluskipulag Tungu á Skógarströnd. En á 160. fundi umhverfis- og skipulagsnefndar Dalabyggðar var eftirfarandi bókað og samþykkt. Framlögð tillaga til afgreiðslu að deiluskipulagi samanber 1. málgrein 41. greinar skipulagslaga fyrir frístundabyggðina Tungu í landi Dranga á Skógarströnd. Nefndin frestaði afgreiðslu málsins vegna ónógra gagna á síðasta fundi en nú hafa skilað sér inn frekari gögn. Lögð er fram til samþykkta til auglýsingar tillaga að deiluskipulagi sett fram í greinargerð og upprætti dags 1.8.2025. Tillagan gerir ráð fyrir einni sameignar lóð með 5 byggingareitum fyrir frístundahús á hverjum reit, auk 1 gestahús eða geymsluhús. Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkir að tillagan verði auglýst þegar gerðar hafa verið eftirfarandi lagfæringar á gögnum.
Í texta á uppdrætti er talað um skýra skiptingu lóða en að ræða eina lóð. Leiðrétta þarf misræmið. Í skýringadálki á uppdrætti vantar tákn fyrir lóðamörk. Hér er bókun umhverfis- og skipulagsnefndar lögð fram til afgreiðslu í sveitarstjórn Dalabyggðar. Einhver sem vil ræða þessa bókun umhverfis- og skipulagsnefndar? Þeir sem eru samþykkir henni gefi merki. Hún er samþykkt samhljóða. Dagskrárlið númer 10 er Borgarbraut óveruleg deiliskipulagsbreyting. 2 raðhúsalóðum er breytt í 3 parhúsalóðir í takt við eftirspurn vegna byggingu leiguíbúða. Afmarkanir eldri lóða lagfærðar til samræmis við skráðar stærðir. Óveruleg breyting og deiluskipulagi Borgarbrautar til afgreiðslu samkvæmt 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga. Umhverfis- og skipulagsnefnd telur breytinguna geta fallið undir málsmeðferð óverulega breytingu. Ekki er að ræða fjölgun íbúða í götunni eða hærri hús en gildandi skipulag heimildar og því er áhrif hennar óveruleg á nær umhverfið. Nefndin samþykkir breytingatillöguna að undangenginni grenndarkynningu eigenda húsa við Borgarbraut í samræmi við 44. grein skipulagslaga. Hér er bókun umhverfis- og skipulagsnefndar lögð fram til afgreiðslu í sveitarstjórn Dalabyggðar. Einhver sem vil ræða þessa bókun? Þeir sem eru samþykki bókuninni gefi merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er það fundagerðir til kynningar. Dagskrárlið númer 11 er byggðar á Dalabyggðar. Fundur 343. Einhver sem vil ræða þá fundagerð? Svo virðist ekki vera. Þá er það dagskrárlið númer 12. Menningarmálanefnd Dalabyggðar. Einhver sem vil ræða þá fundagerð? Fundur 47. Nei. Dagskrárlið númer 13 er félagsmálanefnd Dalabyggðar. Fundur 77. Einhver sem vil ræða þá fundagerð? Svo virðist ekki vera. Þá er það dagskrárlið númer 14. Umhverfis- og skipulagsnefnd Dalabyggðar. Fundur 160. Einhver sem vil ræða þá fundagerð? Nei. Svo er það dagskrárlið númer 15. Fræðslunefnd Dalabyggðar. Fundur 146. Einhver sem vil ræða þá fundagerð? Svo virðist ekki vera. Dagskrárlið númer 16 er fundagerðir Breiðafjarðarnefndar. Einhver sem vil ræða þær fundagerðir? Nei. Dagskrárlið númer 17 fundagerðir Samband íslenskra sveitarfélaga. Einhver sem vil ræða þær fundagerðir? Nei. Þá er það dagskrárlið númer 18 sem er skýrsla sveitarstjóra. Gjörðu svo vel, Berki. Oddviti, sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur fara hér yfir skýrslu mína, yfir það sem helst hefur drifið á dagana frá síðasta fund okkar og verður skýrslan síðan aðgengileg með fundagerðinni í kjölfar fundar. Íbúafjöldinn hjá okkur núna eða þann 2. desember síðastliðinn var 671 og hafði fjölgað 1 hjá okkur á milli mánaða og ég sá í frétt á Skessuhorni núna fyrir í dag á vef Skessuhorns að við erum 3. hæst á Vesturlandi við fjölgun íbúa á seinni hluta ársins, 1,2% fjölgun hér í Dölum. Þannig að við mjögumst í rétta átt og sem fyrr vil ég orða það að okkur vantar meiri og fleiri íbúðir og vonandi sjá verktakar sér hag í því að grípa gæsinni hér í Dölum að því við sjáum það til dæmis varðandi umsóknir störf í íþróttamiðstöð að fólk vil koma til okkar en okkur vantar húsnæði. Það er alltaf stór áfangi þegar fjárhagsáætlun fyrir komandi ári lokið eins og við gerðum hér, afgreiddum hér fyrr á fundinum og ég vil enn og aftur ítreka þakkir mínar til samstarfsfólks, bæði hér á skrifstofu Dalabyggðar, deildarstjórum og eins kjörnum fulltrúum í sveitarstjórn og nefndum fyrir allt það góða framlag sem þeir lögðu að mörkum í þessari vinnu. Dalabyggð er sjálfbær, við sjáum það í þessari áætlun okkar og í rauninni útkomuspá fyrir árið 2025 og þrátt fyrir að við séum í þessari stóru framkvæmd og erum að fara að hefja rekstur íþróttamannvirkjanna í febrúar næstkomandi, að þá hefur sveitarstjórn og við starfsmenn farið í þær aðgerðir, slíkar aðgerðir að okkur er þetta kleift og umræða annað en að Dalabyggð sé sjálfbær, að ég vil
nota tækifærið hér og vísa henni til föðurhúsanna og að því við höfum farið í ábyrgar aðgerðir hér í Dölum til að við getum gert þetta ein sér eða mögulega í sameinuðu sveitarfélagi. Við afgreiddum hér áðan varðandi fjárhagsáætlunina hækkun til menningarmála verkefnasjóðsins okkar um 500.000 og það óumdeilt að menningarstarf hér í Dölum mjög öflugt og þetta skiptir allt máli, stuðningu við það góða starf sem yfirleitt og oftast unnið í sjálfboðastarfi. Þannig að við getum verið hreykin af því hér að reyna að styðja við sem mest og best menningarstarfið. Og annar sjóður, það er að segja Frumkvæðissjóður Dalaðis, hann núna með auglýsing núna eftir umsóknum í sjóðinn og umsóknarfrestur til 21. janúar næstkomandi. Þannig að ég vil hvetja áhugasama og metnaðargjarna Dalamennum að sækja í þann sjóð. Hann hefur heldur betur lagt sitt af mörkum og þeir aðilar sem hafa fengið stuðning þar til samfélagsins okkar alls. Svo vil ég minnast á áhugaverða heimsókn sem Byggðaráð fékk í síðustu viku þar sem tengist mögulegu samstarfsverkefni aðila hér í Dölum við kollega í landbúnaðartengnum verkefnum í Mongólíu. Og það var Dalamaðurinn Ásmundur Einar sem kom í heimsókn til okkar og hitt okkur hér á svæðinu og síðan í gegnum fjarfund var ræðismaður Íslands í Mongólíu sem átti við okkur samtal. Þannig að það verður spennandi að sjá hvert þetta samtal leiðir okkur á komandi misseri. Hér fyrir á fundinum var lagður fram viðauki við viljayfirlýsingu sem í gildi hefur verið á milli Dalabyggðar og Byggðastofnunar samstarf við undirbúning og uppbyggingu á atvinnuhúsnæði hér í Dölum og það gleðilegt að það engin bilbugur á Byggðastofnun að standa að þessu verkefni með okkur hér í Dölum og engin bilbugur á okkur heldur, þannig að ég sannfærður það að núna á fyrri hluta árs 2026 komandi mánuðum munum við komast af stað með þetta verkefni. Einnig vil ég nefna að við höfum lítil sem engin viðbrögð fengið frá ríkisvaldinu á undanförnu varðandi þrýsting okkur á að hafist verið handa við uppbyggingu hér í Búðardal og húsnæði fyrir viðbragðsaðila. Og að mínum mati komin upp sú staða nú að við þurfum að fara í huga að hvort við þurfum að skipta gír, breyta kúrs og mögulega íhuga það að fara af stað með þetta verkefni án beinnar aðkomu þeirra ríkisstofnana sem ræðir allavega í upphafi og ég tel rétt að Byggðaráð hefji þetta samtal sem fyrst við þá hagaðilega hér í Dölum sem ræðir og hafa svo sem óformleg samtöl átt sér stað. Þannig að ég held að það sé þess virði að hreyfa við málum með þessum hætti. Við vitum að björgunarsveitin áhugasöm, slökkviliðið okkar er á ekki rauðuljósi en gululjósi frá Mannvirkjastofnun, húsnæðis- og Mannvirkjastofnun varðandi sína aðstöðu. Þannig að við þurfum að sýna ábyrgð í verki hvað það varðar að reyna að hreyfa við málum og það er náttúrulega gjörsamlega óþolandi að ríkisvaldið sé ekki tilbúið til að taka þetta samtala fullum krafti til dæmis varðandi aðstöðu fyrir lögregluna hér í Dölum. Gjörsamlega óþolandi, ég ætla að nota það orð hér í dag. Samtal okkar við Heilbrigðisstofnun Vesturlands vegna samstarfs í tengslu við verkefni Gott að eldast í fullum gangi og við í rauninni í tengslu við það verkefni að flikka upp á herbergi og aðstöðu á Silfurtúni og þannig að varðandi möguleg þjónusturými. Síðan sendum við hér fyrr í þessari viku í samstarfi Dalabyggð og Heilbrigðisstofnun Vesturlands umsókn til félagsmálaráðherra að komið verði á fót dagdvalarrýmum hér í Dölum, 3 slíkum og aðstæðan í Silfurtúni nýtt undir þá starfsemi og ég vonast til að við fáum jákvæð viðbrögð við þeirri beiðni sem allra fyrst. Hér í Dalabyggð hefur ekki verið neitt dagdvalarrými starfrækt nokkurn tíma. Þannig að við höfum verið út undan í þeirri starfsemi en ég vona svo sannlega að við þessu verði brugðist hið fyrsta. Við erum komin á lokasprett í kosningum mögulega sameiningu Dalabyggðar og Húnaþings vestra og kosning hefur staðið frá því 28. nóvember og líku núna laugardaginn kemur þar 13. desember. Kjörstaður opinn þann dag frá 9 til 5 og ég vil hvetja alla kosningabæra einstaklinga hér í Dölum eins og í Húnaþingi vestra til að taka þátt. Þetta skiptir máli upp á framhaldið að hver svo sem niðurstaðan verður að það verði meirihluti íbúa á bakvið þá ákvörðun sem tekin verður. Og ég vil þakka öllum þeim sem hafa komið að framkvæmd kosningana og undirbúning og allar þeirri vinnu sem hefur átt sér stað. Kjörsókn í Dölum í dag komin í 21,8%.
og vonandi að það bætist verulega vel í bæði á morgun, föstudag, þegar verður opið til 11:45 hér á skrifstofunni og síðan hér á laugardaginn verður kosið eins og áður sagði milli 9 og 5. Þannig að látum okkur málin varða gott fólk og tökum þátt í þessum kosningum sem og öðrum. Nú, ég vil vekja hér athygli á góðri umfjöllun í Morgunblaðinu fyrir stuttu, þar sem að og það fylgir mynd með þeirri frétt með skýrslu minni sem verður aðgengileg með fundargerðinni og þar fjallað þann árangur sem við höfum náð í sameiningu í þeirri viðleitni okkar allra til að styrkja innviði, auka samvinnu og samheldni hér í Dölum. Þannig að það eftir okkur tekið hvað við erum að brölta og því hvað Dalamenn hafa stigið vasklega fram í ýmsum verkefnum. Þannig að við getum verið stolt af því, en allt þetta háð vilja og þátttöku íbúa til athafna og það hefur svo sannarlega ekki skort á þann vilja. Nú að lokum, hér langar mig að þakka aðstandendum jólatónleikana, líða að fara jólum fyrir aldeilis magnaða tónleika hér í Dalabúð sem fyrr og þetta var í 4. sinn sem að þeir voru haldnir og verða þeir bara betri og betri eftir því sem þeim fjölgar. Og einnig vil ég þakka þeim sem stóðu að jólamarkaðnum hér í Dalabúð síðustu helgi. Það var flott úrvals og sýndi manni að það ýmislegt brallað í Dölum sem hægt að versla til jóla og jólagjafa og einnig rækki ég nefið í handverkshúsið Bolla síðustu helgi og þar var nóg af jóladóti auk annars, þannig að það ýmislegt sem hægt að versla hér í Dölum, bæði matarkyns og handverk sem hægt að brúka til jóla með einum eða öðrum hætti. En ekki fleira sinni, gott fólk, bara gleðilega hátíð til þeirra sem að hlýða og lesa skýrsluna, en ég svara spurningum með einhverjar eru varandi þetta sem fram kemur hér í skýrslunni. Takk. Takk, Bjarki. Hvað sem við ræða skýrslu sveitarstjóra? Garðar, gjörðu svo vel. Oddviti, kæri fundarmenn, að þessi mál sem að Bjarki hefur farið yfir hérna og þau mál sem við höfum samþykkt á þessum fundi sýna bara virkilega hvað framtíðin björt. Að það ekkert hrist fram á erminni að samþykja og leggja fram fjárhagsáætlun eins og við gerðum í dag. Og ég vil bara þakka öllu sem komu að því verki og það sýnir bara að Dalabýr stendur sterk og við erum gott samfélag og það mikil uppbygging í gangi og virkilega gaman að sjá inn á hjá umhverfis- og skipulagsnefnd að það sé búið að samþykkja byggingarleyfi fyrir nýju fjósi og þannig að það að byggjast upp í sveitunum hjá okkur og þetta smá kemur allt saman og þetta allt að fara rétt átt, okkur að fjölga þannig að það bara virkilega gaman að sjá hvernig hlutirnir að þróast. Ég vil bara hvetja fólk til að taka þátt í sameiningakosningunum og segja sinn hug og það bara mikilvægt fyrir okkur að kosningaþáttakan verði góð og svo vinnum við bara með framhaldið. Takk. Takk fyrir þetta, Garðar. Fleiri sem vilja ræða skýrslu sveitarstjóra? Mér langar bara að taka undir hvatningu Bjarka og Garðars fyrir alla kosningabæra Dalamenn og íbúa Húnaþings vestra að mæta kjörstað. Það skiptir öllu máli að kosningaþátttaka sé góð. En svo vil ég leggja til við fundinn að við höldum aukafund í næstu viku eftir að úrslit kosningana eru ljós. Þannig að mín tillaga að verði aukafundur í sveitarstjórn miðvikudaginn 17. desember klukkan 4. Er allir samþykkir því? Engin mótmæli, já, samþykkt. Þá þakka ég bara fyrir í dag. Við göngum frá fundargerð hér eftir fundinn og já, bara eigið gott kvöld. Takk.